Já, þá erum við komin í dóm hérna í Game TV og þessu sinni það einna gamalla góður sem við spilum báðir fyrir ámúlega 20 ára síðan, ef ekki meira. Það Day of the Tentacle og Óli búinn að vera að spila mikið. Já, þetta náttúrulega leikjum. Ég náttúrulega elsta tölvun bara landsins. Ég man eftir þessum pípum. Já, ég man eftir þessu, bara þetta var ekki svona flott á. Nei, svona getur maður svissa á milli. Hvernig gerum við það? Það er bara með þetta á touchpadin hérna. Þú getur bara hvenær sem er í leiknum bara svissa á milli gömlu grafík-effektana og svo yfir á þá nýju. Sérðu hvað þetta er flott maður, widescreen maður og allt. Svalt. En já, hann var að koma út sem sagt núna, remaster útgáfa af leiknum og þetta er náttúrulega bara alveg það sama á gamla stöffið. Já. Þessi undarlega samsetning af fólki, það eru þarna 3 aðilar sem þurfa að passa að þessi tentacles taki ekki yfir heiminn og einn er í framtíðinni, þeir fara á svona einhvern kömrum, svona ferðast tíman á kömrum. Já. Og það er einn stúlka þarna sem fer í framtíðina, feitigurinn fer í fortíðina. Já. Og svo er nördið í nútímanum. Og svo getur við kastað hlutum á milli fortíðar, framtíðar og nútímans og allt er þetta náttúrulega bara stefnir í það að reyna að stoppa þessi tentacle sem er stefna á heims yfiráð. Sérðu hvað þetta er gott. Sérðu hvað þetta, sérðu þarna eru þau mætt. Hamsturinn, Hóki. Ítt aftur og alveg skipti yfir. Sérðu maður spila þetta svona, allt þetta bara geðveikt. Þannig að það er rosalega munur í þessu og það er að þetta skipta þetta niður bara hvernig sem maður vill og svo gengur þetta bara út á það að taka hluti, það er mættur, það er flottur Bernard svakalegur og svo er þetta bara svona ævintýraleikur sem maður þarf að fara að það er að sækja einhverjum hluti sameina þá, nota á eitthvað dæmi og þetta er bara endalega svona heilabrot. Ég er búinn að taka alla páskarna núna í þetta, fleiri klukktíma, ég lofaði því að vera ekki með neitt walkthrough. Nei. Og þetta getur verið svo þvílík heilabrot sko. Já. Og ég stundum þegar ég fer upp í rúm á kvöldin þá allt í einu bara kviknar á einhverju, þá stekk ég aftur niður og kveikja leiknum. Nei, já, ég sofnaði, það bara, nei, ég verð að prófa þetta, ég verð að prófa að setja tennurnar upp í hamsturinn og þú veist, það er náttúrulega ekki eðlilegt. Það er yndislegt. Það er reyndar. En allavega, þetta er senast leikurinn og hann svona sýna þér aðeins svona spilin í honum og maður getur alltaf svissað á milli þessara karaktera. Já. Kasta eins og segir hlutum á milli og svo bara vaðið inn í leikinn og leist þetta þrautir. Leikurinn held ég sko fyrir þá sem kunna leikinn þá er hann ekkert rosalega held ég langur í spilun, það er einhverjir klukkutímar en hins vegar fyrir mig sem er náttúrulega illa gefinn og búinn að gleyma öllum þrautunum að þá þetta alveg, þú veist, ég er örugglega búinn að spila hann í 20 tíma eða eitthvað sko og ég er samt búinn að klára bara 70% af honum en ég mæli með honum, hann er mjög skemmtilegur, þetta er svona ekta fyrir þá sem að spiluðu á hérna í gamla daga þá er þetta, þú veist, tónlistin, samtölin, það er allt búið að talsetja allt stöffið, þetta er allt hann inni og svo er Manic Mansion held ég hann heiti sem að leikurinn sko undan þessum, hann er falinn inn í leiknum þannig að þú getur spilað hann, þetta er eiginlega 2 leikir fyrir 1 sko en hann er bara í orginal grafíkinni, ekki bara að laga hann til þannig að, þennan leik, ég myndi nú bara, þú veist, gefa honum mjög góða einkunn þetta er, ég myndi gefa honum svona 8 og mér finnst þetta gott svona nostalgíu sérstaklega fyrir þá sem spiluðu gömlu leikina Spilaðir þú hennar leika? Mikið? Já. Kannski getur hjálpað mér? Já, kannski. Já, ég er náttúrulega í vandræði með nokkur atriði sko. Já, ég man þetta ekki alveg. Nei. Þú segir 20 ár síðan. Já, ég veit það. Ég man ekki neitt sko. Þannig að, já, ég myndi allavega að gefa þessu leik bara 8 og mjög góð svona ævintýraleikur. Það er það sem er að gerast núna, þeir eru að gefa út fullt af nýju leikjum. Þeir eru að gefa út Bully og Manhunt og fleiri svona gamla leiki sem voru að koma þarna inn. Já. Þannig að ég hvet fólk til að kíkja inn á PlayStation Store til dæmis eða Steam og bara fara aðeins að gröfla í þessum gömlu leikjum því að þeir standa mjög vel fyrir sínu. Kekja. Unleash your refreshing citrus kick. Do the do.